Komið sæl og verið velkomin í fótbolta nördan. Við erum komin hérna í fyrsta þátt 8 liða úrslita og þá eru rimmanar heldur betur orðið spennandi og sterkar. Þeir eru komin til mín aftur hérna. Jói Skúli, þú varst hérna í bara fyrsta þættinum sem var fyrir bara 2 árum. Jú, það mætti segja það, já. Og slóst út Halldór Snær, það var heldur betur Já. Hann var erfiður. Hann var erfiður ljárið þúfu. Já. En þú tókst hann út og Alex Þór Hauksson, leikmaður Stjörnunar sem að hent út Kela frá Dokk. Það var alvöru rimma. Já, það var æsispennandi. Já. Herðu, hvernig líst ykkur á bara vera mættir hérna og sjá andstæðinginn og svona? Já, það var svolítið gaman að koma hérna og vita ekkert við hvernig maður var að keppa. Ég get ná ekki sagt að ég brosa mínu breiðasta ég sá Jóa labba hérna inn, sko, en ég meina, ekki bara gaman að keppa það á bestu? Þetta bara flott. Ég bara þetta verður skemmtileg keppni. Þú vinnur ekki meistardeildina án þess að vinna stærstu liðin. Einmitt. Það bara þannig. Já, fótboltanördinni spilaður í 6 liðum. Þetta eru hraðaspurningar, ferillinn, byrjunarliðið, almennkunnáttu, tölfræðin og síðasti sjans. En við byrjum bara eins og við byrjum alltaf í hraðspurningum þar sem við fáum 10 spurningar á 60 sekúndum. Alex, þú ert nær hurðinni, má bjóða þér að fara og spjalla við Elvar og Matti sem voru að labba inn. Já, Jói, ert þú tilbúinn? Ég er klár. Þá byrjum við núna. Hvaða fyrirtæki er aðalstyrktaraðili enska FA Cup? Carling. Rangt. Belgíska úrvalsdeildin gengur undir hvaða nafni? Jupiler. Pro League. Já, rétt. Hvert er gælunafn enska landsliðsins? Three Lions. Rétt. Leiftur var einn fulltrúi Íslands í Evrópu árið 1997. Í hvaða keppni lék liðið? Inter Toto. Rétt. Frá hvaða borg er spænska félagið Espanyol? Barcelona. Rétt. Frá hvaða bæ er færeyska félagið NSÍ sem Sigurður Ragnar Eyjólfsson þjálfar? Runavík. Rétt. Hversu margir enskir þjálfarar hafa stýrt liðið sínu til stigurs í ensku úrvalsdeildinni frá stofnun hennar 1992? Engin. Rétt. Hvaða land er gestgjafi fyrstu heimsmeistarakeppninnar árið 1930? Uruguay. Rétt. Hver er eini leikmaður sem hefur leikið hefur fyrir Arsenal, Chelsea og Tottenham í ensku úrvalsdeildinni? William Gallas. Rétt. Hvort á Joey Barton fleiri landsleiki eða fleiri fangelsisdóma að baki? Það er rétt. Þetta var síðasta spurningin í hraðaspurningunum og þetta voru 9 stig. Það er heldur betur góð byrjun hjá Byrjaði illa. Jóa Skúla. Já. Tók þarna allt nema fyrstu og sjáum hvort að Alex getur gert betur. Ég á það. Ertu klár? Já. Þá byrjum við núna. Hvaða fyrirtæki er aðalstyrktaraðili enska FA Cup? Barclays. Rangt. Belgíska úrvalsdeildin gengur undir hvaða nafni? Pro League. Rétt. Hvert er gælunafn enska landsliðsins? Lions. Rangt. Leiftur var einn fulltrúi Íslands í Evrópu árið 1997. Í hvaða keppni lék liðið? Evrókeppninni. Rangt. Frá hvaða borg er spænska félagið Espanyol? Barcelona. Rétt. Frá hvaða bæ er færeyska félagið NSÍ sem Sigurður Ragnar Eyjólfsson þjálfar? Rétt. Hversu margir enskir þjálfarar hafa stýrt liðið sínu til sigurs í ensku úrvalsdeildinni frá stofnun hennar 1992? Engin. Rétt. Hvaða land var gestgjafi fyrstu heimsmeistarakeppninnar árið 1930? Uruguay. Rétt. Hver er eini leikmaður sem hefur leikið fyrir Arsenal, Chelsea og Tottenham í ensku úrvalsdeildinni? William Gallas. Rétt. Hvort á Joey Barton fleiri landsleiki eða fleiri fangelsisdóma að baki? Fangelsisdóma. Það er rétt. 7 stig, virkilega sterk byrjun hjá Alexi líka. Þetta er frábær byrjun á þættinu strákar. Þeir eru algjörlega með þetta. En staðan er 9-7 fyrir Jóa eftir hraðaspurningar. Fyrsta, þarna FA Cup styrktaraðilinn. Voru hvoruðið með það? Ég hef ekki hugmynd. Búin að hugsa þau með það? Nei. Emirates. Já. Emirates FA Cup. Já. Það ringir að leikur í Ég var bjöllum. í svipað þú, ég fór í Carling. Já. Barclays Carling. Já, ég var eins og eitthvað Carlsberg. Þetta var alls konar rugl í gangi. Herru, ég þarf nú ekki að segja þér hvað svarið við neitt af hinum spurningunum, þar sem þú varst með það. En
það sem að kom ekki hjá Alex og það er enska landslið var Lions, Já. það verður að vera 3 Lions Já, það eru 3. og Leiftur spilaði í Inter Toto. Varst þú með það? Hver er mekkin á baku það? Það er heiðilega kefni, þeir Já. spilaði við sko Anderlegt mætti þarna á Ólafsfjörð og spilaði og Þetta er líka þetta var stórskrítið keppni sko. Rosalegt. Hérna, ég fór einhvern tíman í það í fyrra og spurði út í þetta hérna, þessa það keppni voru bara. 3-4 lið sem unnu keppnina Já. og þau fóru í UEFA Cup. Já, ok. Þetta var eini titill Newcastle í bara 30 ár. Já. Og þetta er unnu hérna, hvað ekki deildabikarnir fyrra? Jú, alltaf ekki. Já. Herðu, já, greinilegt að við þetta er að stefna í góðan þátt. Já. En við ætlum að þá bara fara í næsta lið sem er ferillinn. Ferillinn virkar þannig að ég ætla að segja ykkur frá tímabili, liði, leikir sem að leikmann spilaði fyrir liðið og mörkin sem hann skoraði á þessu tímabili og þetta eru bjöllarspurningar sem að, og þeir eru ekki meira en bjöllur, þannig að ég held að sé betra að ég náði þar. Já, væri það ekki betra? Herra, já, þá eru konum bjöllur Já. og þið fáið þess að eitt gisk á hvert lið og getið fengið 5 stig fyrir fyrsta lið og svo 4 og svo 3 og svo 2 og svo 1. 5, 4, 3, 2, 1. Já. Já. Ok. Einfaldur tröpugangur og þá ætlum ég bara að segja ykkur frá fyrsta leikmanni. Árið 1980 til 1984 spilaði þessi leikmaður fyrir Cremonese. Hann spilaði 105 leiki og skoraði 23 mörk. Það er Jói. Gianluca Vialli. Það er 5 stig á Jóa strax. Þetta var fljótlega gert. Þetta var öflugt. Þetta var mjög öflugt. Það er nú ekki margir sem muna eftir hann í Cremonese. Nei, ég man mjög vel eftir honum þar. Já. Sætla minninga. Herði, já, ég er svona bjóst kannski frika við honum í Sampdoria eða Juve sko. Já, þetta getur verið stuttu áttur. En já, þetta verður svona 10 mínútur. Við förum þá bara í næsta leikmann í ferlinum. Og hann spilaði 2006 til 2011 hjá Standard Liège. Hann spilaði þar 148 leiki og skoraði 33 mörk. Fellaini. Það er rátt. Ég held að Jói var að fara clean sweep þetta í 5 stigum. Já. Ég er nokkuð sem að ég sé ekki með rétta mann en dettur eitthvað. Ég segi bara Það er Alex. Batshuayi. Það er rátt. Fyrir 4 stig. 2011 til 2012 var hann hjá Benfica. Þar sem hann spilaði 32 leiki og skoraði. Axel Witsel. Það er rétt. Þetta er einhver skeppna hérna Já, sem er mætt í ferilinn. hann er alltaf segur í mörkan og hann var síðan bara komin í hafsendina þarna hjá allt í Madrid. nefnilega. Já. Já, spilaði, þetta er náttúrulega magnaður ferill. Hann fer frá Standard Liège í Belgíu til Benfica í Portugal, til Zenit í Rússlandi, til Tianjin Quanjian í Kína, Borussia Dortmund í Þýskalandi Já. og Atletico Madrid á Spáni og er núna hjá Girona. Hann Hann er búinn að gera allt, sko. eyðilagði þetta svolítið með Girona sko. Hann er samt, já, reyndar, en hann sem bara gera allt og þykja buddina sinna ekkert eðlilega mikið. Ekkert, Það já, er einn fullkomni ferill. Alveg gjörsamlega sko. Ég vil vera eins og Axel Witsel þegar ég hónstur. Sammála því. Herðu, þá fyrir við bara í þriðja leikmanninn í ferlinum Já. og það er ennþá bara 3 mínútur eitthvað á rekkinu. Hann spilaði 2004 til 2008 fyrir Aston Villa. Hann spilaði þar 28 leiki og skoraði 1 mark. Það er Jói. Mark Albrighton. Það er rátt. Og ég get bara að fara í næsta. Ok, ég ætla að gefa ykkur 2 lög í næsta. Þetta eru 2 lánsmóf. 2004 til 2005 fer hann til Burnley á láni. Spilar 27 leiki og skorar 1 mark. Og 2007 fer hann til Sheffield United. Það er Jói. Þetta er Kyle Walker. Það er rátt. Hann fer til Sheffield United á láni og spilar 16 leiki og skorar 2 mörk. Nei, bara áframgak. Árangag. Þá 2008 til 2012 fer hann til Bolton Wanderers þar sem hann spilar 130 leiki og skorar 13 mörk. Það er Já. Gary Cahill. Gary Cahill er rétt. Þetta var mikilvægt fyrir því Alex Já, að ég þurfti ná það. þessu. Þurfti þennan. Hvað var þetta mörg stig? 3 stig? Þetta voru 3 stig. Já.
fer svo náttúrulega til Chelsea og Palace og endar fyrirlin í Bournemouth. Fylgða lélegt maður. Jæja. Ég ætla ekki að segja þetta að fyrirlin hafa verið lélegur hjá Nei, þér, Jói. þetta, ég átti að vera með þetta var barnalegt hjá mér. En staðan eftir fyrirlin, það er 18-10 fyrir Jóa. Já. Og já, eins og segi, mikilvægt fyrir Alex að ná þessum 3 stigum hana og halda sér inn í þessu. En við hendum okkur þá bara strax í næsta lið sem er byrjunliðið. Alright. Emmett. Við ætlum að vera aðeins öðruvísi í byrjunliðinni í dag en við höfum verið áður, ekkert mikið öðruvísi. Þar sem að ég ætla að biðja ykkur að nefna byrjunlið Chelsea og Manchester United í úrslitaleik meistardeildarinnar 2008 sem fór á 1-1 og United vann 6-5 í vító. Nema hvað, að þið megið segja bara hvort sem er Chelsea og United mann, fáið bara sikkur 11 giskin, þessu 22 samanlagt og Alex, þú ert undir þannig að ég ætla að leyfa þér að byrja. Bara United mann eða Chelsea mann 2008 í úrslitaleik meistardeildarinnar. Já, ok. Það byrja ég bara á Terry. Ronaldo. John Terry er rétt og Ronaldo er rétt. Þá fer ég bara í Lampard. Rooney. Lampard og Rooney er rétt. Tökum við Jack. Peter Cech er rétt. Van der Sar. Van der Sar er rétt. Ferdinand. Ferdinand er rétt. Vidic. Vidic er rétt. Evra. Evra er rétt. Tevez. Tevez, það er rétt. Drogba. Drogba, það er rétt. Carvalho. Carvalho er rétt. Essien. Essien er rétt. Joe Cole. Það er rétt. Gott púl hana. Tökum bara Scholes. Það er rétt. Hargreaves. Já, vel gert. Hargreaves er rétt. Á ég eitt gisk eftir. 2, kannski. Sko, það eru þið báðu 3 eftir. Já, Já. ok. Báður 3 gísk eftir. Já, ok. Segja Ashley Cole. Ashley Cole, það er rétt. West Brown. Og West Brown er rétt. Nú fyrir þetta að vera Ég erfitt. ætla ekki að fara að klikka núna. Búin að gera allt rétt. Alls Þannig að það eru bara 4 leikmenn eftir. Það eru 4 leikmenn eftir. Ég hefði bara að byrja á Chelsea-liðinu, sko. Já. Já, það hefði alveg verið taktískt. Já, ég fatta þetta ekki. Það er... Ég segi Hvað mörg gisk eftir? Hann á 2 og þú 2. Ok. 2 og 2. Já. Ég held ég sé með báða. Chelsea megin. Já. Og ég held að vanti bara einn. Já, ég held að vantar bara 1 United. Já, ég ætla að Vantar segja 3. Já, vanti 3 með henn, ok. Já, mjög sannir. bara Ivanovic. Það er ránt. Fyrsta ranga. Makelele. Það er rétt. Hvað var Ferreira þarna? Það er ránt. Sko, Hvað er hægri bakgrunn? það var held ég Essien. En sko, ég held að Carrick. Carrick er rétt. Já. Vel gert. Það vantaði bara 2 leikmenn, þið vorum allt United lið Ballack. og það vantaði Ballack Já, var og, bara komin. já, og svo vantaði Florian Maluta Já, það mitt. í Chelsea liði. Þegar þú segir hann Silfur Ballack. Já, en þetta er já, þetta var bara mjög vel gert hjá okkur. Það var... Essien var hann í hægri bakverði. Það rugglaði aðeins Alex. Sko, ég að miðjan var... Já. Ég var svona, já, Vel gert. Hargreaves, ég var ánægð með að hann kom sko. Það er maður sem gleymist. Owen Hargreaves. Spilaði held ég bara einhverja 20 okkar leiki fyrir United í deildinni þótt hann var hann í 4 ára eitthvað. Geggjar á þessu tímabili. Já. Já, herðu, staðan þá eftir byrjunarlið er Jói er komin upp í 29 stig og Alex, þú ert í 19. Þannig að þetta er allt innan seilingar. Já, já. Spennandi. Og við förum í næsta lið sem er almenn kunnátta. Ok. Í almennri kunnáttu þá ætlum við að mitt bjölluspurningar, Jói með þetta á hreinu, ætlum við að spyrja spurningar sem að tengjast fótbolta sem minnst og sjá hvort að þið vitið eitthvað annað en fótbolta.
Fyrsta Hvað er spurningin, mörg stig fyrir spurningu? það er 1 stig fyrir hverja. Ok. Fyrsta spurningin í almennri kunnáttu. Með hvaða NBA-liði leikur Serbin Nikola Jokic? Þetta er Alex. Nuggets. Denver Nuggets er rétt. Spurning nr. 2. Á tungumáli heimamanna ber land eitt heitið Kalalít Nunat. Hvert er landið? Grænland. Grænland er rétt. Og já. Nei, þú ert komin í 29 núna, já. Þú varst í 28. Var ég ekki 18 og tók 11 stig? Það var 18-10, svo tók ég 11 stig. Jú. Við erum með á kamerinu, hann er ekkert mál sko. Já, við erum það er að rétt. fara yfir þetta. Já, það er rétt hjá þér. Mhm. Það er rétt hjá þér. Samt, Það er sko. gott að þetta sé á hreinu. Þá ertu komin í 30 stig. 30 stík. Rétt. Ég er með það einn allt. Já. Þetta er allt dokumentera. Þetta er dokumentara. Já. Og ef að Jói er eitthvað að svindla þá kemur bara Já. þá er Þá er það það klárt. dæmdur úr leik á myndar. Það er kannski eina vonin. Já. Það er spurning nr. 3. Ok. Hver túlkaði Batman í frægum þríleik teiknumyndasögu Þetta er Jói? Oh my god. Kristján Bale. Það er rétt. Þetta er restina spurninginu var teiknumyndasögu hetjuna sem gefin var út á árinu 2005 til 2012. Kristján Bale. Fjórða spurningin. Hvaða þýska fatavörumerki fékk nafn sitt frá nöfnunum bræðranna tveggja? Þetta er Alex. Adidas er rétt. Og bara svona auka bónusspurning sem er gefin ekki stig. Við getið satt með fyrirtæki sem að annar bróðurinn skapaði þegar þeir fóru í vílu. Puma. Það er rétt. Djúlega þið með þetta. Herðu, 5. spurningin í almennu kunnáttu. Já. Hún er löng. Geðvett. Þannig að hlustu því. Það er mjög vont fyrir mína kyn, sko. Athyglis. Spannir er stutt, sko. Davíð Oddsson, fyrir forsætisráðherra Íslands, lést á dögunum. Árið 1969, þá nemandi í menntaskólanum í Reykjavík, tók hann þátt í uppsetningu leikfélagsins Herranótt á leikverkinu Ubi Rói. Nafn verksins vísar til aðalpersonu þess sem Davíð túlkaði. Íslensk þýðing nafnsins átti eftir að festast við Davíð alla tíð síðar og fylgi honum í gegnum stjórnmálaferilinn. Bubbi Kongur. Bubbi Kongur er rétt. Bang. Ég var svona, vorum að skrifa þetta hérna bara í gær. Vorum að leika okkur að því að hérna vera með 4 svona nokkuð einfaldar. Almennar kunnáttuspurningar. Og svona eina svínslega erfiða í lokin. Já, hún kom. Jó, fannst hún ekki erfið? Nei, þú veist, ég er náttúrulega 10 árum eldri en þið sko, þannig að það er... Já, þetta er svona 60 og hvað, 9? Já, en þú veist, alltaf heyrt þetta í kringum kongin. Já, ég hef oft heyrt Dabbi kongur sko, en ég man ekki eftir Bubbi kongur. Já, einmitt. En já, staðan eftir almenna kunnáttu er 32-21 að því virðist allavega. Það er rétt. Við vitum alltaf ekki betur. Nei. Nei. Ég er allavega ekki með dokumentera mín stig, en ég er svolítið að ég er að fara blinkt inn í þetta. Þetta er allavega tölvöld þar að skor heldur en ég og Gili vorum að taka þetta senast. Þetta er heldur gott sko. Þetta er bara mjög gott hjá okkur báðum. Við förum þá í næsta lið sem er tölfræðin. Tölfræðin, já. Í tölfræðinni þá ætla ég að spyrja ykkur spurninga sem svarið er alltaf einhver tala. Og Erum við ekki að skrifa niður? þið skrifið niður. Það er rétt. Þið skrifið niður á blöðin ykkar. Þessi, við erum ekki að skrifa mikið, það. Og Hvað er mörg stig fyrir þessa spurningu? það er allt. Við haldum áfram að halda. Það er eitt, já. Okay. Já, og svo sem er nær, hann fær rétt og 1 stig fyrir. Fyrsta spurningin í tölfræðinni. Just Fontaine var lengi vel sá leikmaður sem flest mörk hafði skorað á heimsmeistaramótum. Það merkilega við þá met sem hann átti í rúm 50 ár er að hann spilaði bara á einu HM. En hver mörk skoraði hann? Alex komið svar, þú komið svar Jói. Alex. Ég sagði 9 mörk. Og Jói er með hárrétt svar sem er 13. Í alvörinni, var það bara slegið núna? Allir Klose hafa ekki slegið það? Sko, Nei, hver var það? Sko, Gerd Müller náði þessu meti. Já. Svo tók gamli Ronaldo. Gamli Ronaldo, já. Og svo Klose 2014. Já, ef við ekki bara skiptum sætið það? Já, við getum alveg gert það. Ég var svona að hugsa að þetta hefði verið mjög snemma. Þetta hefði lifað til 80-90. Já. 50 ár. Og svo er þetta að fara að rúlla allavega aðeins. Já. Ég vissi Ronaldo, Klose, Já. Einmitt. röðina. Já.
En já, öflugt 13 Þetta er ennþá náttúrulega langmest sem hefur skorað á einu móti. Já. Já, Veistu hvað mót er? 58. 58. þetta er 58, 50. Já, magna. Herðu, önnur spurningin í tölfræðinni. Vestri féll úr bestudeildinni á síðastliðnu tímabili eftir 2 ára dvöl og verður því ekkert lið á Vestfjörðum í deildinni nú í ár. Hversu mörg tímabili heildina hefur lið frá Vestfjörðum leikið í efstu deild á Íslandi? Ég er alveg... Ég veit ekkert þetta sko. Ég er bara með educated guess hérna og að reyna að spila þetta eitthvað taktist. Já, Það er að lesa í þig aðeins. já. Skrifa nú fast á blaði svona til þess að sæka nót. Ég ætla að fara einum herra en þú. Búin að sjá blaðið næst? Nei, ég er búin að lesa hann tilbaka. Jói, Ég seti 8. 8 og Ég meinti einum lærra en þú. þú ert með 7. Já. Ég get sagt ykkur að stíði fer til Alex. Rétt svar eru 5 tímabil. Jöfnveld hafið það maður. Þetta er IBI 61, Já. 82 og 83 og Vestri núna 24-25. Já. Þetta er ekki meira. Þetta er ekki meira það. Þetta var aðeins meira. Já, vonandi fáum við bara aftur. Sem fyrst, alltaf gaman Ég að... hugsa líka, var þetta ekki bara þáttakallar refsdeild fyrstu árinu? Jú, heldur betur. Það var ekkert annað í gangi og bara 5-6 lið. En þú veist, þarna er þetta komið alveg upp í allavega 8-liða deild, sko. Þannig 82-3. Já, það er þetta alveg orðið deild. Spurning með 61, ég er ekki viss Já, með það. það er sennilega svona 6-liða, 5-liða mót. einmitt. Eða hérna þessi klassísku þegar ég var að skoða KSI síðan þegar fyrstu mótin voru, þegar það voru 2 lið eða 3 lið, það var bara KR og Valur og Fram. Inn tillum. Það er þaðan sem að þessir deildin oftast titlanir koma, sko. Já, teljalega Það er- mikið. Þeir tala minn um það að deildin hafi verið 2 leikir, sko. Ég á reyndar alveg vini sem tala mjög mikið um það, sko. Já, nákvæmlega. Já. Það er ekki allir sem er vinn og Jói, Nei, sko. heldur betur. En fyrir mig 3. spurningu tölfræðinar. Sergio Ramos og Pepe eru nöfn sem koma upp í umræðinni þegar rætt er leikmenn og rauðspjöld. Hvorugur þeirra slær þó út Kólumbíumannin Gerardo The Beast Bedoya sem var á sínum ferli öðrum fremri við þá vamasum miðju að fá rauðspjöld en hann lék frá 1995 til 2015. Hversu oft fekk Gerardo að líta rauðaspjaldið á sínum ferli? Þetta er bara eitthvað stemningsgísk hérna. Já, Alex má bjóða þeirra að byrja. Ég ekki. 72. Nei. Já. Herðu, ég get sagt ykkur að stíði fer til Alex. Hann fekk 46 rauðspjöld á ferlinum. Hafið það. Já, hvernig varst þú að hugsa þetta? Ég hugsaði sko að þetta væri kannski kringum svona 50-60. Já. En sem hugsaði kannski er þetta bara eitthvað comedy, bara Já. 170 eða eitthvað. Þannig að þá svona hugsaði ég, ok, hvað ætlið þú settir á og ég ætla að vera aðeins hærri. Þannig að þú veist, það náðist nema ég hefði bara ránt fyrir mig. Það náðist Já. bara, þú heitir Já, Já. algjörlega, sko. Ég var einmitt að hugsa 20 ár, já, 3-4 á já, tímabili. einmitt. Já, Já. já, 3-4 á tímabili, ártu komin annað. Já, ég hérna, Ruglaða tölur. þetta er nú reyndar alveg Hvað er það, 56? rosalega 46. 46. Þetta er rosalega mikið, sko. Ramos og Pepe eru hvorugir til dæmis nált þessu, sko. Er ekki bara með, hvað er með 20 eða já, eitthvað? 25 eitthvað Ramos, Já. eitthvað slags. Þú veist, og hann er nú talin hafa fengið mörg Já. rauð, þannig að þetta er nú frekar mikið. Já. Eitt skemmtilegt með Gerardo minn hérna, þegar hann gerist þjálfari þá fekk hann rautt spjald eftir 21 mínútu í fyrsta leik. Þetta er alvöru leikmaður. Þetta er skemmtileg maður. Já, Herðu, loka spurningin í tölfræðinni. Young Africans sem að glöggir áhorfendur sjá að ég er komin í treyju af. Er sigurstælasta lið í sögu tansanísku úrvalsdeildarinnar eða Líki Ku eins og hún nefnist. Hversu marga titla eiga þeirra baki í alls 105 ára sögu deildarinnar? Þetta væri nú ekki spurning ef ég hefði ekki verið nýbúin að fá þessa glæsileg treyju. Já, einmitt, það er bara gott að koma inn að. Já. Ég ætla að lesa í þetta, ég sá það hérna áðan. Bara hérna, Closet og Wikipedia. fletta aðeins upp í Young Africans. Ég er enda hélt bara að Young Africans væri nikkið hjá tansaníska landsliðinu, sko. nefnilega ekki, sko. Það er einhver hérna sponsor, hann alltaf hluti að vera félagslið. Þeir eru kallar Yanga þetta Það leik. rýnir í þessa treyju. Já, ég er svona að því núna, sko. Já. Greinlega 35 stórt ár hjá þeim.
Það eru 3 Hvað stjörnur. margir titlar? Já, Það er ekki það bara er Margir þrjár titlar. Það eru 3 stjörnur stjörnur á treyjunni en það er ekki endilega því að deildin sko. Nei, einmitt. Gæti það verið Champions League. afríska meistaradildin. Já. Finnst samt eins og ég væri búin að heyra af því að Young Africans frá Tansaníu var að gera glóriur þar. Það Ok. geti hafa gerst árið 1940 eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, ég Við ma- er ekki að ljúga neinum þegar ég segi ég sé ekki bara Ég er með þetta. Nei, Nei, ég er klár samt, ég með gisk. ok. Ég skal bara byrja. Já, 32. 32. Við erum með sama gísk. Ég sé svo eftir að tekið út 33 núna og farið í 32. Ertu með 32, Alex? Já. Herði, þá fáið báðið stig að því Já. þið eru með samangis Segðu mér og alveg. eru rosalega nálægt. Þetta er 31. Já, Ok. ok, já, fagnaði. Já, 31 titlar. Já, ég sóttist í Þið eru greinilega miklir aðdáendur Young Africans. Já, ég er það núna. Var Í þetta Tansaníu. senasta Þetta var tölfræði? senasta tölfræðspurningin. Við vorum ekkert eitthvað, við vorum bara heldur nálægt þessu. Já, Já, ég myndi segja Bara það. öllu, sko. Já, og Ég hérna kannski aðeins frá Já. en önnur stjórnlega staðend Young Africans. Þetta er nú bara orðið podcast það. Þannig að er stofnið 1970, sama ár og fyrsta háum var. Það var hvað gerist þá 1935? það er góð spurning. Það hefur verið fyrsta deildakeppni eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, mitt. Þetta er bara, já, Já, þetta er geggjað maður. Já, Ungu maður. gaman að komast að einhverjum svona Já, litlu geðveikt. félögum út um heim. Já, já. heldur Ekki, eða, þú veist, þetta er náttúrulega risalir félag í Tansaníu samt sko. ekki lítið það, sko. Þau spila á 60 manna velli sko. Já, Er ekki hérna, hvað varst það að segja, Sigurverinn úr hérna, þessari keppni, hann fær ferð á leik hjá Young Jú, Africa. þú varst jú. að tala um það. Já, man ég var að- ekki jú, fram með það. Það er Það var ekki með hérna að skriflega tekst þar. alveg hárrétt hjá okkur. En þá förum við bara í síðasta liðin sem að er síðasti séns. Þar fáið þið val 3, 5 eða 10 stiga spurningu. Ég Já. ætla að segja ykkur hver staðan er Já. áður en að þið Það er fáið að velja það. Því að staðan er svo mikið sem 34-24. Já, þannig ég get jafnað. Alex, Ég er í sömu stöð og ég var í hérna, já, á móti Halldóri. já, Já. þar sem hann sótti bara þægilega 10 stig og setti mig undir pressu. Einmitt. Já, jafnaði leikinn. Hann jafnaði, já. Jafnaði leikinn. Herðu, já, Alex, þú ert undir. Ég ætla að lega að ráða hvort þú byrjar eða ekki. Já, er það ekki bara eina vitið? Já. Byrja á að reyna Og reyna við 10. Fá pressu. Já, ég finn ekki að reyna við minna. Nei, fer ekki að tapa viljandi. Há kemur við 10 stiga spurningin. Aðdáendur Leeds United muna eflaust margir eftir Thomas Christiansen sem ráðum að þjálfara liðsins fyrir tímabilið 2017 til 2018. Thomas sem fættur er í Hadsund í Danmörku endist þó ekki lengi í starfi og var látinn taka pokan sinn snemma í febrúar 2018. Thomas átti á árum áður fínasta feril sem leikmaður en hann spilaði sem framherji og skoraði 105 mörk í 354 leikjum. Hann afrekaði einnig að spila 2 landsleiki á ferlinum og skora auk þess 1 mark fyrir þjóð sína í leik gegn Litáen. En fyrir hvaða þjóð spilaði Thomas? Hvað, hérna, ertu með nafnið á honum? Thomas Christiansen. Thomas Christiansen. Spilaði 2 leiki fyrir þjóð sína. Já. Þetta er svona 1 á móti hvað? 200 og hvað? Hvað er Ég marga, myndi löndin segja í það, heiminum? já, ok, já, já. hvað er marga þjóðir? Er ekki 218 eða eitthvað? Það er eitthvað í kringum það. Einn á móti Ég 218. held að það er bara, ef þetta væri bara Danmörk eitthvað, þá væri þetta ekki 10 stiga spurning. Það er svona það sem að ég er að hugsa. Hvað þetta getur verið það. Ef ég myndi segja eitthvað bara ömulegt landslið, þá ætti hann örugglega fleiri leiki. Þannig að við förum í smá útilokunarferð. Þannig að það er kannski 2 leiki gefa okkur til kynna kannski að þetta er betri þjóð en maður heldur. Ég ætla að segja bara fara ekki um öll löndi núna sko. Ég segi bara Holland. Er þetta spátt? Ef þetta er rétt hjá Alex, þá erum við búin að jafna. Spátt. Já. Já. Og ef þetta er rangt, þá er Jói skuli komin fram í undanúrslit. Og til hamingju Jói. Takk fyrir það.
og þetta var líka rétt hér, þetta er spá. Þetta kom bara allt í einu og henni hérna, bara, já, heyrðu, alveg rétt. Þegar fórst að tala góðu liðin, þá var þetta, já, byrja alveg rétt. Þetta var hór alveg, ég var að hugsa að taka bara möldu eða eitthvað fyrst, sko, bara eitthvað rugl, en svo þegar maður fór svona aðeins að hugsa þetta. Þetta var hárið rétt hugsaðið, sko, þetta var alveg mjög educated giskja, sko. Já, gríðarlega. Já, en, já, Jói, Gef mér þú bara fær líka eina spurningu, Gef mér bara 1 af 10. 1 af 10 stiga, og ætlar að mölbrjóta stigamætið, ef þú nær því. Já, Þá ætlum ég að spyrja okkar besta mann Bjarnar Jóhannsson, ok. sem fyrir löngu orðin góðsögn sem þjálfari í íslenski knattspyrnu. Leikmannaferill hans var ekki alveg á sama kalibri, en hann lék þó með 2 liðum í efstu deild. 1984 fjall hann með Káa úr efstu deild, en hafði fyrir það leikið fyrir annað lið í efstu deild. Hvaða liði það? Mér langar að segja að sé þarna liðið fyrir vestan. Þarna IBI eða eitthvað álíka. Já. Það er líka bara hárið. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Vel gert. Klassi, maður. Það er stigamett. 3, 4, 5, 6. Og 7, sennilega 8, hérna 9, 10. lengdarmet líka. Stýrsti þátturinn. Þetta var ótrúlega framastæða, Jói. Já, þetta var gott. 44 stig. Þetta lá vel í dag. Vel gert. Og stigametið mölbrótið, ég held að það hafi verið áður eitthvað, annarkvæmt 36 eða 39. Þannig að Æ, menn, þetta lítur líka að vera heildar stigamett. ég held að það sé líka því að Alex endar leikinn með 24 stig. Já. Spán, ég held að ef ég tekið Spán, þá held ég að þetta hefði aldrei verið sliðið. Nei, Nei. þetta var bara stórkostleg keppni hjá ykkur strákar. Mér finnst eiginlega bara alveg leiðilegt að missa Alex, en hann var bara frábær keppandi og hefði auðvitað geta farið áfram á móti einhverjum öðrum, held ég. 100%. Já, þetta var bara öflugt. Já. Ha. En Alex, við sjáum þig bara inn á vellinum fljótlega, stutt í að bestilni byrja. Já, heldur betur. Það bara, óhandi skínmar skerra þar. Já. Ég vonar reyndar ekki, en gangi samt vel. Jói, við sjáum þig bara í undanúrslitum og Heldur betur. það verður þá svona miða við hvernig það verður svona milli þátt hjá okkur, þá verður það eftir í desember á aðvendun einhvern tímann eða Eitthvað ekki. þannig. Já, nákvæmlega. Ég hlakka til. Já, Geggjað. bara þegar þú kemur heim frá Belgíu í hérna Nákvæmlega. jólafrí. Já. Þú verður alltaf haft nægan tíma til að æfa þig. Já. Herðu, þá segir ég bara takk fyrir mig Takk hérlega og fyrir mig. við sjáumst í næsta þætti.